Góða kvöldi, gott fólk. Gott að sjá okkur. Ekki að finna okkur stað og rísa svo fætur og ætlum að lofa Guð saman í kvöld. Amen. The day you made, so I'll rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. So let it rise up like a river, overflow
Ást þín endalaus. Ást þín endalaus. Takk, Jesús. Halleluja. Takk fyrir endalaus ást þína, drottinn Jesús Kristus. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir þína nærveru hér í dag, drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Faðir minn og Guð, ég bara vil leggja eitt og sérhvert bænarefni fram fyrir þig, drottinn. Faðir minn, ég bara bið að snerta við hjörtum okkar sem hér inn í dag, drottinn. Heilagi Faðir minn. Faðir minn, við höfum öll einhver bænarefni á okkar hjarta og mér langar að leggja sérstaklega fram mann sem í aðgerð erlendis, drottinn minn. Ég bið þess að þú grípir inn í hans kringumstæður, drottinn minn. Ég bið að þú leiðir læknana í þeirri vegferð sem þeir eru að fara að taka með hann, drottinn minn. Heilagi Faðir minn, ég bið að vera með fjölskylduna hans, drottinn minn. Gefa þeim styrk og hugrekki, drottinn, inn í þessa kringumstæður, elsku drottinn minn. Faðir minn, á sama tíma vil ég leggja fram konu sem fór í bráðaðgerð núna í vikunni hér heima, drottinn minn, að mikill ótti í fjölskyldunni hennar og þeirra aðstandenda sem í kringum hana, drottinn minn. Ég bið að gefa þeim, drottinn, styrk og ég bið að koma með fullkomna lækningu yfir líf hennar þar sem hún liggur núna á spítalanum, drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að þú mætir okkur í dag einu og sérhverju, drottinn minn. Þú grípir inn í kringumstæður okkar, þú læknar sérhver sár, drottinn minn og Guð. En það bara fyrir nafni Jesú Krist. Jesús Kristur. Halleluja, Faðir minn. Takk fyrir þá stærstu gjöf sem þú hefur gefið okkur, drottinn minn. Faðir minn og Guð, ég bara bið að opna hjörtun okkar hér í dag fyrir því sem að þú hefur fyrir okkur, drottinn minn. Að við megum beina sjónum okkar aðeins á Jesú Krist, drottinn. Aðeins á nafni Jesú Krist, drottinn. Heilagi himneski Faðir. Takk fyrir að þú gefur okkur hungur eftir meiru af þér, drottinn minn. Takk, elsku drottinn minn. Þú gefur frið sem að engin annar getur gefið, drottinn. Og huggun þegar tárin eru þung og erfið, drottinn minn, og dalirnir. Takk, elsku Faðir, að þú ert með okkur í sérhverju skrefi, drottinn minn. Og Faðir minn og Guð, bara gefðu okkur styrk til að halda áfram. Gefðu okkur djörfung til að stíga ný skref, drottinn minn. Hvar sem við erum stödd á göngunni með þér, að þú gefur okkur styrk til að halda áfram. Djörfung til að taka ný skref, drottinn minn og Guð, með þér. Að við setjum þig í fókus umfram allt, drottinn minn og Guð. Takk, elsku Faðir minn, að þú mætir okkur hér í dag. Faðir minn, ég legg háldan fram fyrir þér þegar hann tala þitt orð hér á eftir, drottinn. Ég bið að smyrja varir hans, drottinn minn og Guð. Ég bið að hann megi tala fram orð sem að þú hefur lagt honum að hjarta með djörfung, drottinn minn. Takk, elsku Faðir, að þú gefur okkur eyru sem að heyra, drottinn, og ég bið þess að hjört okkar séu móttækilega fyrir því sem að þú vilt tala hér út í kvöld. Það orð sem að þú frá þér, drottinn minn og Guð. Takk, elsku Faðir minn, og svo bara leggjum við kirkjuna, veginn fram fyrir þig. Ég þakka fyrir að þú verið áætlun með þessa kirkju til heilla en ekki til óhamingju, drottinn minn. Og Faðir minn og Guð, nú þegar haustarfið framundan, drottinn minn, og margir hlutir að fara í gang, drottinn. Faðir minn, við bara leggjum þetta allt fram fyrir þig og megi viljið þinn vera alltaf okkar leiðarljós, drottinn minn. Megum við alltaf ganga fram í þínum vilja, elsku Faðir. Heilagi himneski Faðir, og ég bara þakka fyrir alla þá aðila sem koma að störfum innan kirkjuna, drottinn minn. Og Faðir minn, á sama tíma ég bið að vekja fólk til þess að starfa í kirkjunni, drottinn minn. Að okkur hungrar að taka meiri þátt, drottinn, í því sem að gera og vera eiga hlutdeild, drottinn minn. Faðir minn og Guð, ég bara þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér inn í dag. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen, amen, amen. Gott að sjá ykkur. Það svo gott að koma. Það svo margt spennandi framundan líka. Alltaf svona, auðvitað það búið frábært sumar. En framundan að sjálfsögðu kick-off.
Kick-off helgina 4., 5. og 7. september. Það ein spennt. Nei, frábært. Við höfum haldið kick-off mót kirkjunar fyrstu helgin í september í mörg ár og það ótrúlega gaman og það mikil eftirvænting fyrir því sem að framundan og þessu sinni ætlum við að fá Svía, Simon Collen, ég kann ekki alveg að segja þetta, en hann einn af forstöðumönnum í Life Center Church í Västerås í Svíþjóð, ég kunni ekki lesa þetta rétt, Västerås í Svíþjóð, þar sem hann tekur þátt í að leiða og móta lífsafnaðarins. En það sem einkenni hann kannski fyrst og fremst að hann hefur djúpa ástríðu fyrir kirkjunni og fyrir því að sjá fólk vaksa í trúnni á Jesú Krist. Og við erum ótrúlega spennt að fá hann í heimsókn. Það verða samkomur föstudagskvöld klukkan 8, laugardagskvöld klukkan 8 og síðan af því að fyrsti sunnudagurinn í september, þá færum við okkur yfir á dagtíman, þá fyrsta samkoman klukkan 12. Þannig að ótrúlega spennandi. Við höfum líka boðið upp á síðustu kick-off mótum og páskamótum niðurdýfingaskýrin. Og þá erum við með sundlaug hérna aftast í salnum. Og það trúarskref sem við tökum þegar við ætlum að grafa gamla manninn og komum upp sem nýr maður. Og það ótrúlega magnað og ég hveti ef að þú hefur ekki tekið þetta skref að tala við okkur öldunguna hér á eftir eða á næstu dögum að þetta mikilvægt skref að taka. Og ef að þú vilt taka þetta skref þá verður sundlaug hér á sunnudeginum 7. september. Þannig endilega heyrið í okkur. Síðan langaði mér bara rétt að nefna að það auðvitað heimahópar í gangi. Og heimahópar þar sem við komum saman í miðri viku. Sumir hóparnir hittast vikulega, aðra hverja viku. En það sem við gerum í heimahópum að við lesum orðið saman. Við lærum að þekkja Guð betur. Við lærum að þekkja orðið betur. Þannig að við erum styrkari og sterkari til að stíga út á orð Guðs og fyrir utan að við náttúrulega lærum að þekkja hvort annað betur og getum staðið saman á göngunni með Guði og í lífinu og það alveg ótrúlega dýrmætt, það náttúrulega dásamlegt og best af öllu að koma hér saman á sunnudögum en það líka ekki minna mikilvægt að vera í heimahópum þar sem við lesum saman og biðjum saman. Amen. Amen. Þið spennt fyrir haustinu? Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð saman. Það pósi hérna aftast og baukur. Kirkjan gengur fyrir frjálsum framlögum okkar allra. Það engin nauðugur, en ef þú vilt gefa inn í kirkjuna þar sem að við notum peningana til þess að gera heimilið okkar. Kirkjuna fallegri, það alls konar framkvæmdir í gangi. Þið vitið að þegar þið komið hérna vikulega sjáuð einhverja breytingar stundum. En rekstur kirkjunar byggður á gjöfum frá okkur. Þannig að við skulum halda áfram að lofa Guð og endilega, ef þið langar að taka þátt í kirkjunni eða vera með eða þjóna á einn eða annan hátt, endilega tala við okkur. Því að við þurfum á okkur öllum að halda til þess að byggja upp góða kirkju. Amen. 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 Mér langar að hvetja okkur til þess að nota þennan tíma til þess að lofa Guð. Lofa hann fyrir það sem hann hefur gert og tilbiðja hann fyrir það sem hann Því að lögin sem við syngjum, við höfum öll mismunandi skoðanir á þeim, en þau ekki aðalatriðið. Heldur það að lofsyngja Guði, að hjarta mitt og hugur og öll mín vera lofi Guð, vegna þess eins að hann verður þess að vera lofaður. Og textarnir í lögunum í kvöld geta hjálpa okkur í lofgjörðinni. Þeir minna okkur á að lofa Guð sem lausnar okkar
sem gefur styrk þegar við þreytumst og fyllir líf okkar að nýrri von. Við getum lofað fyrir það að ást hans varir að eilífu. Við getum lofað fyrir að vera óhaggandi klettur sem við getum staðið á í gegnum lífið því að hann er trúfastur og hann bregst ekki. Við getum lofað fyrir að vera gleði okkar og friður því að erfiðleikar og ótti steðjar að. Og við lofum og lyftum upp nafni hans sem er það æðsta og mesta og hvert kné þarf að beygja sig fyrir. Og við lofum hann af því að hann er heilagur. Og við tilbiðum hann og við þráum að dvelja í nærveru hans því að án hans erum við ekki neitt. Lofgjörðin er ekki á okkar forsendum, eitthvað sem við gerum bara til þess að kitla tilfinningar okkar, svo okkur líði vel. En aftur á móti þegar við dveljum í nærveru drottins, í lofgjörð til hans, þá mætir hann okkur, með friði sínum, með kærleika sínum, styrk, von, trú, gleði og svo framvegis. Lofgjörðin er ekki fyrir þig, hún er fyrir Guð. Hann elskar að eiga tíma með þér. Hann elskar sönginn þinn þegar þú miklar hann. Hann þráir lofgjörðina og þú opnir hjartað þitt fyrir honum. Og við skulum lofa hann af því að hann er verður þess að vera lofaður. Það er ástæðan. Sama hvað. Hann er verður þess að vera lofaður. Og við getum haft allar skoðanir í heimi á hvernig þetta hitt er. Hvaða lög við erum að syngja, hvernig ljósin eru, hverjir eru að spila, hverjir eru að tala. En við ætlum að lofa Guð að því hann er verður þess að vera lofaður. Og við leggjum allt annað til hliðar. Og við lofum hann í kvöld. Halleluja. Við skulum lofa hann af öll okkar hjarta, öllum okkar huga, allri okkar sál, öll okkar vera. Megi hún lofa Guð, megi hún lyfta upp hans nafni, kunngera hans nafn. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation,
He won't fail. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through, 'cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through, 'cause my house is built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Takk Jesus. Takk Jesus. Kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í lofgjöf og lofa alveg látlaust landi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trúfast senn lofa alveg látlaust landi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu er. Syngur himins helgur, allt sem skapað er helgur.
hátt upp hafið lent. Helgur, helgur eilífð. Heyrðu lofsönginn. Helgur, hittum konunginn. Helgur, þú alþýð ert. Helgur, helgur eilífð. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu er. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu er. Takk Jesús. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu er. Syngur himins her. Helgur, allt sem skapað er. Helgur, hátt upp hafið lent. Helgur, helgur eilífð. Heyrðu lofsönginn. Jesús, hittum konunginn. Jesús, þú alþýð ert. Jesús, Jesús eilífð. Þú alþýð ert. Jesús, Jesús eilífð. Takk Jesús. Takk Jesús. Takk Jesús. Í þinni nærveru, í þinni nærveru, þinn helgi andi lifir í mér. Ég fell að fótum þér. Ég fell að fótum þér. Þitt helga orð, það talar til mín. Því ég vil ekkert á þér. Og ég er ekkert án þín. Ég er ekkert án þín. Í þinni nærveru, í þinni nærveru,
Ég fell að fótum þér. Ég fell að fótum þér. Þitt helga orð, það talar til mín. Því ég vil dvelja hjá þér. Og ég er ekkert án þín. Því ég vil dvelja hjá þér. Og ég er ekkert án þín. 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 Ég er ekkert án Ég vil dvelja hjá þér. Og ég er ekkert án þín. Því ég vil dvelja hjá þér. Og ég er ekkert án þín. 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 Halleluja. Segir Sálmi 117, versi 1. Lofið Drottinn, allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Og Sálmur 135, vers 1 segir Halleluja, lofið nafn Drottins, lofið hann, þér þjónar Drottins. Og Sálmur 103, vers 1, lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Og hér eru við komin, hluti af þessari þjóð, íslensku þjóðinni. Við erum hans þjónar, við erum hans fólk og við erum komin saman til að lofa hans nafn. Við lofum Drottinn og við vexum hann með öllu sem í okkur Með öllu sem í okkur Og Sálmur 147, vers 1 segir Halleluja, gott að syngja Guði vorum lof. Það yndislegt
honum hæfir lofsöngur. Amen. Vitið, það gott að syngja Guði lof. Alveg sama hvað í gangi í lífum okkar. Að þá segir Davíð, lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér Og vitið, stundum þá líður okkar ekkert þannig okkur langi til að lofa Guð. Stundum eru við bara í baráttu. Stundum við frammi fyrir áföllum. En alveg sama í góðu og slæmu, þá ákveðum við að lofa Guð. Davíð sagði, lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér Hann verður að taka ákvörðun það að setja augu sinni á Guð og lofa hann. Og það er það sem við gerum þegar við komum saman. Við tökum ákvörðun að lofa Guð. Við tökum ákvörðun að setja augu okkur á hann. Og alveg sama hvað gengur á í lífinu, þá lofa ég þig Guð. Af því að þú ert góður Guð. Af því að þú ert það sem þú segist vera. Og þú elskar mig. Það gott að syngja Guðlof, honum hæfir lofsöngur. Ég ætla bara að biðja okkur með þess rísum á fætur. Við syngjum þetta einu sinni enn, þennan söng sem við vorum að syngja. Og gefum honum hjart okkar. Syngjum þetta frá hjart okkar. Gleymum öllu öðru, leggjum allt annað til hliðar. Setjum augu okkar á hann og lofum aðeins nafni hans. Ef við gera það? Halleluja, amen. Ég vil dvelja hjá þér. Við dvelja við fætur Jesú. Og ég vil ekkert án þín. Halleluja, Jesús. Við lofum því í kvöld, Jesús. Við lofum þessari stund. Halleluja, Jesús. Ég vil dvelja hjá þér. Þráum að dvelja við fætur þína, Jesús. Þráum að dvelja við fætur þínar, Jesús. Og Halleluja, ég ekkert án þín. Ekkert án þín. Ég ekkert án þín. Halleluja, Jesús. Heilagi Faðir, ég bara þakka fyrir þína nærveru hér í kvöld. Ég þakka fyrir að þú ert hér, drottinn. Ég þakka fyrir að við getum gengið með djörfung fram fyrir hásæti náða þinnar, drottinn. Við getum tekið á móti því sem að þú hefur fyrir okkur í kvöld, Faðir. Og ég þakka fyrir að þú hefur alltaf eitthvað nýtt fyrir okkur. Að þú þráir að taka okkur frá dýr til dýrðar, drottinn. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Og ég bara bið að gera það í kvöld, drottinn Guð. Að taka okkur frá dýr til dýrðar. Taka okkur lengra með þér, á göngu okkur með þér. Að við fá að sjá, drottinn Guð, og kynnast þér á nýjan hátt, drottinn Guð. Að þú meir opinbera þitt orð fyrir okkur á nýjan hátt, drottinn. Halleluja. Halleluja. Til þess að við mögum fá að nálgast þig. Að við mögum fá að nálgast þig í kvöld, drottinn Jesús. Halleluja. 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 Og við segjum amen. Áður en við setjumst niður, þá ætlum ég að segja ykkur hjartanlega velkomin og við ekki að snúa okkur á þeim sem í kringum okkur og segja þeim að hvað þau eru velkomin hér í kvöld og hvað gott að sjá þau. Takk, Brynja. Við Ásdís vorum í fríi síðustu viku og fengum að njóta þess að vera á Austurlandinu í heila viku og vorum þar að leiðandi ekki hér síðustu helgi. En mikið rosalega gott að geta kveikt á útsendingu og vera samt með þótt við höfum ekki verið á svæðinu. Þannig að bara, ef við ekki gefa þeim sem eru í tæknideildinni og tæknifólkinu okkar gott klapp og bara þeir að þakki skilið
fyrir að vera hér staðfastlega alla sunnundaga, senda út þannig að allir geti fylgst með og verið með okkur. Þetta svo dýrmætt. Amen. Ég standi ykkur vel, strákar. Halleluja. Halleluja. Jesús, þegar hann gekk á þessa jörð, gekk með lærisveinum sínum og talaði til fólksins, þá talaði hann oft í dæmisögum. Og ég ætla að tala út frá einni af hans dæmisögum í kvöld. Ef þið eru með biblíuna með ykkur, þá ætlum við að fletta upp í Matteusar guðspjalli, 25. kafla og byrja í versi 14. Og það segir, svo himnaríki sem mann ætlað úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim 3. 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gera skil. Sá með 5 talentunar gekk þá fram, færði honum aðrar 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott, þú ert góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þins. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti, Herra, 2 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þins. Loks kom sá fekk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker það sem þú sáðir ekki og safnar það sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndið hann sagði við hann, illi og lati þjónn, þú vissir að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safna það sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talentunar. Því hverjum sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun teki verða, jafnvel það sem hann hefur. Maðurinn í þessari dæmisögu, húsbóndinn, kallar á þjóna sína og gefur þeim öllum talentur. Einum gaf hann 5, næsta 3, 2 fyrirgeðu og svo 1. Allt eftir hæfni þeirra segir. Þeir fengu mismargar talentur, en þeir fengu allir talentur. Þeir fengu allir eitthvað í hendunar til þess að vinna með. Og þeir áttu að ávaxta talentunar. Það sem þeir höfðu í höndunum, það áttu að vaksa, þeir áttu að margfalda það sem þeir höfðu. Og sá sem hafði 5 talentur og sá sem hafði 2 talentur, báðir þeir tvöfölduðu það sem þeir höfðu fengið í hendunar. Það sem þeim að gefi, þeir tvöfölduðu það. En þessi sem fekk 1 talentu, gerði ekkert. Gróf hann í jörðu, settist niður og beið þess að geta skilað henni tilbaka án þess að gera nokkuð við hana. Án þess að ávaxta hana var ekkert. Og ég spyr okkur í dag, hvað gerum við það sem að Guð hefur gefið okkur? Af því að Guð hefur gefið okkur öllum eitthvað sem hann vill að við notum. Amen. Og þessi maður, húsbóndinn, hann kallaði á þjóna sína, hann gaf þeim öllum eitthvað. Allir þeirra fengu talentur, mismargar, en allir fengu þeir eitthvað í hendurnar. Og það eins með okkur, með mig og með þig, við höfum öll eitthvað frá Guði í höndunum. Mismikið, við höfum öll mismunandi gáfur, sumir fá 5 talentur, sumir frá 2 talentur, aðrir frá 1, en við fáum öll eitthvað í hendunar. Amen. Og það fyrsta sem ég vil draga úr þessari frásögn að við fáum öll mismunandi verkefni. Páll segir í Rómarbréfinu 12. kafla,
Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við þótt mörg séum einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargjafur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Hann að segja við erum einn líkami, en við höfum mismunandi hlutverk. Við höfum mismunandi gjafir eða talentur. Síðan segir Páll, sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf skal gegna því, sé það kennsla skal sinna henni, sá sem hvetja skal geri það, sá sem gefur sé örlátur, sá sem veitir forstöðu sé kostgjafinn og sá sem vinnur miskunnaverk geri það með gleði. Páll að tala 7 mismunandi gjafir. Spádómsgáfu, það sem við tölum út sannleika í trú. Hann talar að þjóna, að við hjálpum og vinnum fyrir aðra. Kenna, að við deilum þekkingu og sannleika með öðrum. Hann talar að uppörfa, það er þjónusta, að uppörfa. Að við lyftum öðrum upp og hvetjum það áfram. Gefa. Hver í þeirri þjónustu? Við ættum öll að lyfta upp höndum núna. Gefa, að við gefum af peningum okkar eða því sem við höfum. Að vera að leiða, að við leiðum fólk áfram, hvort sem það er 1 eða 2 eða hópur fólks. Og við mögum að vera miskunnsam. Að við mætum þeim sem hafa brotið hjarta. Þannig talar Páll þessar 7 gjafir. Og í Efesusbréfinu talar Páll síðan hinna 5-földu þjónustu. Það sem segir að sumir eru spámenn, sumir eru postular, sumir eru trúboðar, sumir eru hirðar og aðrir kennarar. Og vitið, við höfum öll einhverja gjöf frá Guði. Hvort sem það er 1, 2 eða 5 talentur, þá höfum við öll einhverja Guð frá honum sem hann vill að við notum. Hann vill að ég noti það sem hann hefur sett í mínar hendur og hann vill að þú notir þá gjöf sem hann hefur sett í þínar hendur. Páll talar líka að við, kirkjan, að við erum líkami og við höfum mismunandi hlutverk í líkamanum eða kirkjunni. Og hann segir það geti ekki allir verið auða og það geti ekki allir verið hendur. Það geti ekki allir verið kennarar, það geti ekki allir verið hirðar. En við þurfum á fólki allstaðar í kirkjunni. Í allar þjónustu kirkjunnar þá þurfum við fólki að halda. Og Guð hefur gefið okkur öllum eitthvað sem við getum nýtt til að byggja upp kirkju hans. En við þurfum að nota það sem að Guð hefur gefið okkur. Við þurfum að ávaxta þær gjafir sem að hann hefur sett í okkar hendur. Og 1. Pétursbréf, 4. kafli og vers 10 segir: þjónið hver öðrum með þeirri náðargjafu sem ykkur hefur verið gefin. Sem ykkur hefur verið gefin. Sem góðir ráðsmenn margvíslegra náðar Guðs, sá sem talar, flytji orð Guðs, sá sem þjónustu hefur, skal þjóna eftir þeim mætti sem Guð gefur. Sem Guð gefur. Sem leiðir okkur að næsta punkti, að Guð gefur okkur það sem við þörfnumst. Vitið, það er ekkert of stórt fyrir Guð og það er ekkert of lítið fyrir hann. Guð kallar okkur í mismunandi verkefni en hann gefur okkur það sem við þörfnumst. Þjónninn sem fékk 5 talentur, hann hafði það í höndunum sem hann þurfti til þess að afla 5 talentna í viðbót. Og þjónninn sem hafði 2 talentur, hann hafði allt það sem hann þurfti til að afla 2 talentna í viðbót. Og það var eins með þann sem fékk 1 talentu. Hann hafði allt það sem hann þurfti til að afla 1 talentu í viðbót. Eins og húsbóndinn sagði að ef þú hefur allavega sett þessa 1 talentu í banka, þá hefur allavega fengið vexti. Þú hafðir þessa 1, þú hafðir allt sem þú þurftir. Þú hefðir getað ávaxtað hana. Vitið, Guð lætur okkur hafa allt það sem við þurfum. Davíð segir í Sálmi 23: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Eða mig mun
ekkert skorta. Mig mun ekkert skorta. Af því að Guð gefur okkur það sem við þörfnumst. Að ef við fylgjum Jesú, ef Jesús er okkar hirðir, þá mun okkur ekkert bresta. Það mun okkur ekkert skorta. Og Páll segir í Filippibréfinu 4. kafla, en Guð minn mun af auðlegð dýrða sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar. Hann mun uppfylla sérhverja þörf yðar. Jesús, hann hefur gefið okkur allt það sem við þörfnumst. Hann gefur okkur talentur sem hann vill að við notum. Og þegar við stígum út af þær, byrjum að nota þær, þá eru þær nóg til þess að við getum gert það sem Guð hefur kallað okkur til. Það er þannig. Þjónninn sem fekk eina talentu, hann var hræddur. Hann sá ekki hvernig hann gæti ávaxta þessa talentu. Og það getur verið þannig með okkur, að við getum verið hrædd að við séum ekki með það sem við þurfum. Vitið, en húsbóndinn krafðist ekki meira af þjónunum en þeir megnuðu að gera, með það sem þeir höfðu. Guð fer ekki fram á að þú gerir meira heldur en það sem hann hefur sett í þínar hendur. Hann krafðist ekki þess að sá sem var með 5 talentur skilaði tilbaka 15. Hann krafðist þess ekki að sá sem fekk 2 talentur skilaði tilbaka 10. Hann krafðist þess ekki einu sinni að þeir mundu tvöfalda það sem þeir höfðu. Hann sagði ef þið hefðu bara sett það í banka, þá hefðu allavega fengið eitthvað tilbaka. Þannig þeir höfðu allt sem þeir þurftu á að halda. Og eins er það með okkur, kæru vinir. Það sem að Guð hefur gefið okkur, það dugar okkur. Í það sem að hann vill að við gerum. En hann vill að við notum það sem hann hefur gefið okkur. Hann vill að við ávöxtum það sem að hann hefur gefið okkur. Og það getur tekið á trú okkar. Og Hebreabréfið 11:6 segir að án trúar er ómögulegt að þóknast Guði. Við þurfum að stíga út í trú og nota það sem Guð hefur gefið okkur. Amen. Þriðji hluturinn sem við draga úr þessu iPadinu alveg í það fyrir hamförum með það. Kaupa nýjan, heyrur það Ásdís? Þriðja atriði að við vöxum þegar við leggjum eitthvað á okkur. Þegar við stígum út af það sem að Guð vill að við gerum. Þjónninn sem fekk eina talentu gerði ekkert við talentuna. Hann gerði ekkert við það sem hann hafði, nema grafaði í jörðu, setti svo og beið bara eftir að húsbóndinn kæmi aftur. Hann gerði ekkert við það sem hann hafði, lagði ekkert á sig og talentan óx ekki. Skilaði engu tilbaka. Þannig að hinir 2, þeir fóru út og gerði eitthvað. Þeir ávöxtu það sem þeir höfðu. Þeir sátu ekki bara á talentunum, heldur unnuðir að því að sjá þar vaxa. Fyrsta Mósebók, 2. kafli og vers 4, það segir, þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi drottinn gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina og þar var engin maður til þess að yrkja landið. Síðan segir hann í versi 15, þá tók drottinn Guð manninn, sett hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Guð gaf Adam þetta verkefni að yrkja jörðina, að sjá nýja runna vaxa, sjá nýjar jurtir spretta upp. Og Adam þurfti að leggja eitthvað á sig til að sjá þessa nýju hluti vaxa. Og við vitum þetta að allavega þeir sem eiga garða, að það þarf að huga að þeim, það þarf að leggja eitthvað á sig til að sjá þá vaxa og dafna. Ekki rétt? Þegar við leggjum eitthvað á okkur, þá vöxum við. Og þegar við notum þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur, þá vöxum við. Þegar við stígum út í trú, þá vöxum við. Þjónarnir sem að lögðu eitthvað á sig, þeir tvöfölduðu það sem að Guð hafi gefið þeim. Sá sem að fekk 5 talentur, hann var komið 10 talentur. Sá sem hafi fengið 2 var komið 4.
En sá sem að gerði ekkert, hann missti það sem hann hafði fengið. Hann var hræddur að mistakast og gerði frekar ekki neitt. Ekki láta óttan við mistök standa í vegi fyrir að þú notir það sem að Guð hefur sett í þínar hendur. Af því að Guð hefur gefið þér gjafir og okkur öllum. Ef við skoðum sögun Davíð konung, það sáum við mjög snemma það var köllunum verið hans lífi. Hann var enn ungur drengur þegar hann var smurður til konungs. Hann átti að vera konungur í Ísrael. En vitið, hann byrjaði ekki þar. Hann fór ekki bara beinustu leið í konungsætið. Hann byrjaði að vera hirðir, gæta sauða út í haga, sem var, þeir minnstu, þeir lægst settu voru settir í það verkefni. Síðan fór hann að spila á hörpu fyrir konunginn. Síðan fór hann að berjast fyrir konunginn. Hann vann Golíat og hann vann marga sigra áður en hann varð konungur. Hann átti líka eftir að vera á flótta undan Sál. Flótta til að bjarga lífi sínu, lifa í útlegð. En vitið, Davíð notaði það sem hann hafði, það sem að Guð hafi gefið honum, og hann óx og hann óx. Hann byrjaði kannski með 1 talentu, sem óx upp í 2, sem óx svo upp í 4 og svo 8 og héldu áfram að vaxa þegar Davíð notaði þá talentur sem hann hafði. Ég hef verið forstöðumaður hér í þessari kirkju í Veginum í 10 ár. Já, vá, tíminn liður hratt. Í 10 ár. En ég hef verið í kirkjunni í 47 ár. Er það ekki þetta? Hvað var ég gamall? 3? 2? 48 ár hef ég verið í þessari kirkju. Ég byrjaði í barnastarfi og krakkastarfi. Svo fór ég upp í unglingastarf. Ég byrjaði að þjóna í barnastarfi og krakkastarfi. Ég var ótrúlega stoltur og upp með mig þegar ég fekk að aðstoða Lúlla að vera með sjoppuna í unglingastarfinu. Það var ótrúlegur bara, heiður. Svo fekk ég að byrja að spila í lofgjörðinni með unglingunum, í unglingabandinu. Svo fór ég í lofgjörðahópinn. Það var örugglega á æfingum í heilt ára þannig fekk að stíga upp á svið og spila. Ég var beðinn að koma inn í stjórnkirkjunar. Ég fekk að vera unglingaleiðtogi, ég fekk að vera lofgjörðarleiðtogi. Og ég óx og óx inn í þær stöður sem ég var í hverju sinni. Og ég óx í það að vera þessari stöðu sem ég er í dag. Af því að ég nota þá gjöf sem Guð hafði gefið mér hverju sinni. Og ég vil halda áfram að vaxa. Ég vil ná lengra og fara lengra með Guði. En þá þarf ég líka að halda áfram að nota það sem að Guð hefur gefið mér. Við nefnilega vöxum þegar við leggjum eitthvað á okkur. Við vöxum þegar við stígum út í trú og notum það sem að Guð hefur gefið okkur. Og vitið að þegar við vöxum, þá var það sem að vera í gær var trú, er orðið eðlilegt í dag. Og við getum haldið áfram að taka ný skref í trú. Amen. Ef við myndum spyrja ykkur hver þessara 3 þjóna hafði mestu að tapa? Hver hafði mestu að tapa? Sá sem fékk mest var það ekki. Sá sem fékk 5 talentur, hann hafði mestu að tapa. En hver hafði þá minnstu að tapa? Þessi sem fékk 1, hann hafði minnstu að tapa. En af hverju ætli hafi verið þessi eini sem hafði minnstu að tapa, af hverju var það hann sem að faldi talentum sína í jörðinni? Vitið þið, að við berum okkur svo oft saman við aðra. Við erum í endalausum samanburði. Við horfum á vini okkar, við horfum á nágranna okkar, lítum á bílana þeirra, horfum svo á bílina okkar
og við hugsum, af hverju á ég ekki eins bíl og þeir? Svo horfum við á húsin sem þeir búa í og horfum á íbúðina sem við búum í og við hugsum, af hverju get ég ekki átt svona hús eins og þeir? Svo horfum við á þessa vini okkar og nágranna og ættingja. Þeir eru endalaust að fljúga yfir hafið í frí, sól og gönguferðir og skíðaferðir og ég veit ekki hvað og við hugsum, af hverju get ég ekki farið svona oft erlendis? Af því við erum stöðugum samanburði við annað fólk. Og vitið þið, að við gerum það líka í Guðsríkinu með það sem að Guð hefur gefið okkur. Við horfum á bræður og systur í Kristi og veltum fyrir okkur, af hverju var hann að gera þetta en ekki ég? Við berum okkur við aðra og okkur finnst jafnvel að það sem að við höfum ekkert í samanburði við það sem að aðrir hafa. Og þá kannski bara best að grafa það í jörðu og láta engan sjá það. Ég sem fekk nú bara eina talentu, mér langar svo að fá mikið. Mér langar svo að fá 5 eins og sá sem stendur við hliðina á mér. Okkur finnst hann vera með svo mikið, okkur finnst við vera með svo lítið. En það er eitt alveg ótrúlega merkilegt í þessari sögu. Að þegar við skoðum það sem að húsbóndinn sagði við þann sem að hafði 5 talentur, hvað sagði hann? Yfir litlu varstu trúr. Svo sagði hann við þann sem hafði 2 talentur, yfir litlu varstu trúr. Og ef þessi sem að fekk 1 talentu hefði ávaxtað talentur sína, þá er ég viss að húsbóndinn hefði sagt líka við hann, yfir litlu varstu trúr. Í augum húsbóndans fengu þeir allir lítið. 1 talenta var lítið, 2 talentur var lítið og 5 talentur var lítið. En sjáu hvernig það breytist þegar þeir ávaxta talentur sínar. Þegar 5 talentur voru orðnar að 10, þá var orðið mikið. Og 2 talentur sem voru orðnar 4 var orðið mikið. Það er eins og Guð kunni ekki stærðfræði. Fyrsti þjónninn sem fekk 5 talentur, fekk lítið. Nú er annar þjónninn sem búinn að ávaxta sína 2 upp í 4, það var orðið mikið. Ég hefði haldið að 5 væri meir en 4. Ég veit, Guð horfir ekki á hlutina eins og við horfum á hlutina. Hann hefur ekki sama mælikvarða og við höfum. Hann horfir ekki á hvort að hann gefur okkur mikið eða lítið. Þjónarnir fengu allir lítið í hans augum. En það er spurning hvað við gerum við það sem við höfum fengið. Og þegar það vex í höndunum okkar, þegar það vex í lífum okkar, þá segir Guð, þetta er orðið mikið. Og Jesús segir í Lúkasi 16, versi 10, sá sem er trúr í því smærsta, er einnig trúr í miklu. Alveg sama hvort við fáum 1, 2 eða 5 talentur. Að við verum trú með það sem við höfum og margföldum það, við ávöxtum það, að þá verður það mikið. Þá getur Guð trúið okkur fyrir meiru. Þegar við erum trúið því litla sem Guð gefur okkur, hvað svo sem það er, þá getur hann sett okkur yfir meira. Og þegar við erum trú með 1 talentu, eða 2 talentur, eða 5 talentur, að þegar við ávöxtum talentur okkar, þegar við notum það sem Guð hefur gefið okkur og erum trúfast í því litla, þá getur hann sagt við okkur, alveg eins og húsbóndinn sagði við sína þjóna, gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. 4. punkturinn sem ég vil draga úr þessu er að við erum að starfa og vinna fyrir Jesú, ekki fyrir okkur sjálf. Allt sem við gerum, ég held að Raggi hafa alveg rétt fyrir sér, Ásdís.
að allt sem við gerum við fyrir Jesú. Fyrir aftur af stað. Ég held að Guð sé að tala mjög skýrt. Allt sem við gerum við fyrir Jesú. Hann, Jesús, er húsbóndinn í sögunni. Hann er meistarinn og meistari okkar. Hann er leiðtogi okkar, frelsarinn okkar og allt sem við gerum við fyrir hann. Og segir í 1. Korinthubrefi 10. kafla, vers 31. Hvort sem þið við etið eða drekkið, eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrar. Þjónarnir ávöxtuðu talenturnar og þeir komu með það tilbaka til húsbóndans. Þeir horfðu ekki á talenturnar eða það sem þeir ávöxtuðu sem sitt eigið. Það var ekki fyrir þá sjálfa, heldur var það fyrir húsbóndan. Að allt sem þeir gerðu þeir fyrir hann. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að við erum að þjóna Guði, hinum hæsta. Að við erum að vinna því að byggja upp hans kirkju hér á jörð, á þessu landi, þessari borg. Við erum að starfa til þess að hans nafn verði upphafið en ekki okkar nafn, ekki mitt nafn. Að allt sem við gerum honum til dýrðar, honum, en ekki okkur. Þess vegna skiptir það ekki máli hvort ég standi hér upp á sviði eða hvort ég sé frammi að þrífa klósettinn eða hvort ég starfi í eldhúsinu eða stend hérna frammi og teka á móti fólki. Ég er hér til þess að þjóna Jesú, til að byggja upp hans kirkju, til þess að hans nafn verði upphafið. Amen. Og við, þessi kirkja, vegurinn, við erum kirkja sem að elskar Guð og við elskum fólk. Við þráum að sjá fólk koma til Jesú, að kynnast honum og gera hann að leiðtoga lífsins. Við þráum að hjálpa fólki að vaxa í samfélagi sínu við Guð og hjálpa fólki að vaxa í þeim gjöfum sem Guð hefur gefið þeim. Og nú eins og Ásdís kynnti áðan og auglisti, kick-off handan við hornið. 3 daga mót þar sem við byrjum vetrarstarfið. Og kick-off það eins og, það má eiginlega segja þess að segja byrjun á nýju tímabili, fótboltatímabili. Bara svo að þið skiljum þetta. Og ég segi, hefjumst handa, byggjum saman kirkju Guðs. Nehemía 2:18 segir einmitt þetta, hefjumst handa við að byggja. Byggja hvað? Musterið. Og við höfum öll eitthvað að gefa. Við höfum öll talentur sem að Guð hefur sett í okkar hendur. Og hann vill að við notum það sem að hann hefur gefið okkur til þess að byggja upp hvert annað, til þess að byggja upp kirkjuna. Og ég hvet þig sem ert hér í kvöld, taktu þína stöðu, notaðu þína talentu til að byggja upp kirkju Guðs hér á jörð. Og það verður nóg að gera hjá okkur í vetur. Við að byggja upp kirkjuna, byggja upp það sem að Guð hefur gefið okkur inn í þessa kirkju. Fólkið sem að hér. Og það skiptir ekki máli hvort þú hefur 1 talentu, 2 eða 5. Guð horfir á það sem þú gerir við það sem hann hefur sett í þínar hendur. Grefur það í jörðina og notar það ekki? Eða ertu tilbúin til þess að nota það sem Guð hefur gefið þér til þess að byggja upp kirkjuna? Og þegar við notum það sem Guð hefur gefið okkur, þá vöxum við og þegar við vöxum, þá vex kirkjan. Amen. Amen. Ef að þú ert hér eða ert að fylgjast með okkur á netinu og þú hefur aldrei tekið á móti Jesú inn í þitt líf, að þá er tækifæri til þess núna í kvöld. Jesús, hann sér þig. Hann veit hver þú ert. Hann veit hvað þú hefur gert. Hann veit hvað þú hefur sagt. Og þrátt fyrir allt sem að þú hefur gert eða sagt, að þá elskar hann þig. Þrátt fyrir allt, þá dó hann á krossinum fyrir þig. Hann setti það til hliðar, hugsið ykkur, hann setti það til hliðar að vera Guði líkur. Hann setti Guðdóm sinn til hliðar og kom inn í þennan heim
sem maður. Hann hafði sömu tilfinningar og við höfum. Hann upplifði gleði, hann upplifði sorg. Hann upplifði sársauka, hann upplifði söknuð. Hann upplifði allt það sem við upplifum. Hann sem var allt. Nei, hann sem var Guð. Allir hlutir, allt var skapað fyrir hann. Allt var skapað í gegnum hann. Án hans varð ekkert til sem til er. Það var það sem hann lagði til hliðar og kom inn í heiminn af því að hann elskar þig. Hann elskaði manninn, hann elskar mig og hann elskar þig. Eins og við erum. Það segir, þetta er kærleikurinn. Þetta er kærleikurinn, að Guð elskaði okkur áður en við elskuðum hann. Á meðan við vorum í syndum okkar, á meðan við vorum í því lífi sem við lifum, það gerum allt gegn Guði, þá elskar hann okkur. Og vitið, hann hefur áætlun með okkur öll. Hann hefur áætlun með þitt líf. Hann hefur talentu sem hann þráir að þú notar fyrir sig. Tilgang með lífinu. Og hann stendur við dyrnar af þínu hjarta, af þínu lífi í kvöld og hann bankar. Veistu að það er í þínu valdi hvort þú opnar fyrir honum eða ekki. Hann elskar þig, hann dó fyrir þig, hann gaf sitt líf til þess að þú mættir eignast eilíft líf. Eins og segir í Jóhannes 3:16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð vill ekki að þú glatist, heldur vill hann gefa þér eilíft líf á himnum. En þú verður að taka á móti honum. Þú verður að taka á móti Jesú og trúa á hann. Opna lífið þitt fyrir honum og segja já við hann. Rómverjabréfið 10. kapli og vers 9 segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og þú trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, mundu hólpin verða. Þetta snýst allt trú, að við trúum í hjarta okkar að Jesús er drottinn. Og ef við trúum á hann, þá glötust við ekki, heldur verið hólpin, við eignumst eilíft líf á himnum. En það er enginn sem getur tekið þessa ákvörðun fyrir þig. Ég get ekki tekið þessa ákvörðun fyrir þig. Það er enginn sem getur tekið hana fyrir þig. Þetta er ákvörðun sem er á milli þín og Guðs. En ég hveti til að segja já við honum. Af því að þetta er besta ákvörðun sem þú tekur í lífinu. Og ef þú vilt taka þessa ákvörðun núna í kvöld, þá vil ég fá að leiða þig í stuttri bæn. Og ég ætla bara að biðja okkur sem að hér erum, við skulum rísa á fætur. Og við skulum biðja saman. Og ef að þú vilt taka þetta skref í kvöld, opna hjartað fyrir Jesú, taka á móti honum sem frelsar þínum, gerðu þessa bæn þá að þinni bæn. Skulum biðja saman. Drottinn Guð, ég kem fram fyrir þig og gef þér líf mitt. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú komst í heiminn fyrir mig. Þú tókst mína syndir á þig og gafst þitt líf á krossi fyrir mig. Ég brugðist þér á margan hátt, en ég bið að fyrirgefa mér og taka á móti mér sem barni þínu. Ég játa með munni mínum að þú, Jesús, ert drottinn. Og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og þú lifir í dag. Þú ert minn konungur og ég vil fylgja þér. Ég þakka þér fyrir að ég er þitt barn og þú elskar mig og þú hefur áætlun með mitt líf. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Þetta er besta ákvörðun sem við getum tekið, besta bæn sem við getum beðið, að opna hjarta okkar og líf okkar fyrir Jesú Kristi. Og ef að þú hefur beðið þessa bæn í kvöld, þá máttu vita að hann er komin inn í þitt hjarta. Hann er komin inn í þitt líf og hann er þinn frelsari. Amen. Halleluja. Halleluja. Ég ætla að árétta það sem að bara Ásdís sagði á þann. Ef þú hefur tekið á móti Jesú, þú trúir á hann, þú trúir að hann er Kristur, sonur Guðs, þá er næsta skref í trúargöngu þinni ætti að vera að taka skýrt. Og ef þú hefur ekki tekið skýrt, þá vil ég hvetja þig til þess að taka skýrt. Taka þetta skref. Að þá játar þú opinberlega trúðina. Þú ert ekki bara áhorfandi sem heldur fjarlægð, heldur tekur stöðu með Jesú.
Og þetta ekki bara athöfn þar sem við játum opinberlega trú okkar, heldur þetta líka tákmynd upp á dauðan og upprisu Jesú. Hún er tákmynd upp á við gröfum gamla mannin, það er syndina í lífum okkar, við gröfum hana onni í vatninu og rísum upp sem ný sköpun í Kristi Jesú. Amen. Og segir í Póstalasögunni 8. kafla vers 36 og 37, þegar þeir fóru áfram veginn komu þeir að vatni nokkru, þá mælti hirðmaðurinn, hér er vatn, hvað hamlar mér að skýrast? Filippus sagði, ef þú trúir af öllu hjarta er það heimilt. Hirðmaðurinn svaraði honum, ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Og ef þú hefur ekki tekið skírn og langar taka þetta trúaskref, hafðu samband við okkur, látt okkur vita, þannig við vitum að þér. Amen. Amen. Við ætlum að lofa Guð saman í allavega einu lagi, áður en við förum inn í Kaffi Paradís og Ásdís stóðu ströngu að baka pönnukökur á hann. Þannig að pönnukökur í boði og auðvitað kaffi og súkkulaði ef þið viljið. En förum fyrst og fremst og höfum samfélag saman. Ég að gera það. Höfum samfélag saman. Lofum Guð í einu lagi og ef það er eitthvað í þínu lífi sem það þarf fyrirbæn fyrir, þá vilt að við stöndum með þér í bæn og byggjum fyrir sérstaklega, komdu fram og við byggjum með þér. Og stöndum saman í trú að Guð grípi inn í þínar aðstæður og komum með bænasvarinn í þitt líf. Amen. Guð blessi ykkur.